Þetta náttúrulega bara enn ein vitleysisferðin. Það svoleiðis. Það svolítið svoleiðis og hérna, ég held að þessi ferð með 20 ár. Enn ein ferðin. Og hann var frá Guns N' Roses tónleika. Já. Sko, góðærisblöð eiginlega minn uppáhaldsblöð. Ég man eftir 2007 blöð. Þegar hann pikkaði bara Reykjavíkurflugvelli og okkur einkaþotum og fór bara beint til Vegas og þetta endurtakandi? Frussandi yfir sig kampavinni og rugli, sko. Sleikur og puttur ágangum. Hangandi við Messi og Lampard og þú veist bara. Þetta var síðasta góðæri á blöð. Það byrjaði aftur. Já, mér heyrist það. Nú var hann að fara Guns N' Roses tónleika. Já, alltaf sé ekki að fara bara dæluna með Axl Rose seinni kvöld og þetta bara rétt að byrja hjá honum. Eins og þið heyri kæru hlustendur, þeir sitja hér á móti mér, þeir sem að sitja vanalega í sínum sætum, Steindi Junior og Egill Einarsson. Ég ætla að byrja þeir, Steindi, hvernig hefur það í dag? Já, ég bara fyllandi góður og þróandi fínn í dag. Já, alveg akkurat. Það bara nákvæmlega þannig. Ég í mjög miklu gír, eiginlega hættulegum gír. Það er komið föstudagur, það fór náttúrulega ekki fram hjá neinum. Og Secret Solstice í fullum gangi. Mér finnst þess að sé annarkur maður í einhverju vesinni og ég ætla að fagna því ykkur. Egill, hvernig ert þú? Ég held ég aldrei betri. Aldrei verið betri? Jú, þegar ég giggaði með Beisundir, það var ég betri. Sem er búin að segja í síðustu 6 þáttum. Við getum ekki alltaf. Ég mun segja það alltaf. Því að það var besti En að gigga með Beisundir, ef það er svona toppurinn á ferlinum, er það ekki eitthvað svona? Hvað, þú á móti Beisundir, varst að gigga með hann líka? Já, ég veit en ég er samt ekki að segja við hvern einasta mann að það er bara verið. Ég er ekki að baktala, topp ná. Það var ekki að gleyma því að Beisundir heiti Jónas. Það er rosalegt. Jónas Erik Altberg, bara svíið en ágræni. Hvað er að frétta á honum? Eitthvað nýtt eða? Hann er bara að gigga, ferðast heiminn og gigga. Þú heyrir í honum bara svona on a regular basis? Hann sendir mér SMS. Hann sendir þér SMS? SMS-sambandi. Ok, það er ekkert creepy. Akkur má hann ekki senda mér SMS? Senda þér SMS? Akkur þetta senda einhverjum gæja skýrhaus á Íslandi SMS? Á hann að hringja það? Sko það er vandarlegt, Brassaður, hvað segir þú? Þetta er bara svo tveir einhverju DJ-er í 9. bekk. Þeir bara að senda okkur SMS? Hann sendir mér kannski SMS. Allar helgar? Og kannski mynda sér sem hann kannski mætti til Austuríki, sjá okkur gig. Og það svara ég og spjöllum að sjálf. Hefur eitthvað pælt í það? Hann gæti verið bara hreinlega skotin í þér. Það er bara fyrsta sem er datt í hug. Það er alltaf sko, það eru mjög Káti ég vöða mikillega? Já, nei, ég sko bara, hann heldur kannski hann eitthvað, eftir að gefa honum falskar vonir eill. Hann er þekktur fyrir að spila í báðum liðum. En bara svona, kótið með dæmi, hvernig, þegar hann sendar SMS bara, hvað segir hann? Hey Muscleboy, I'm now gigging at Austria. How are you? Er þetta bara svona? Basically svipa, það er ekki langt frá því. Nei, að lesa bara eitt SMS frá honum. Þetta er rosalega væntum að fá að heyra bara hvernig þið talið saman. Kannski að þú getur... Já, sko, hann sendi mig mynda sér að drekka beint úr flösku hérna í slopp. Já, ég sé það. Ok, það er sérstakt að senda það. Það er sérstakt. Og hvað var náttspöndu sloppinu? Ég var að horfa einn á þetta og hann var í náttslopp að drekka einhverja konjaksflösku. Sendur oft myndir. Þá kem ég með gott feedback á það. Þú veist, svo álur vinni gera. Hvað sagði þú til dæmis við þessari mynd af honum í slopp að drekka af stút? Sko, hann sendi strax annað og ég svaraði því. Þegar hann sendi með könnun sem var á Twitter og könnunni var Who would you rather have as Prime Minister? Theresa May eða Beisundir og þetta fór í 68% atkvæð og Beisundir fekk 92% atkvæða. Þetta var sett einhver partilkynnar í UK með þessa könnun og hann sendi hann á mig og ég sendi I vote Beisundir. Akkurat. Eins og við hefum kemur ég fikk að kjósa hann. Við erum með þessari vináttu, alveg hrikalega. Við erum með hörku þátt hér í dag, kæru hlustendur, eins og þið heyrið þetta fara á stað. Við verðum með á sínum stað slúðrið hér eftir augnablik. Við förum í hvort myndir frekar. Við fáum King Simaville í heimsókn. King Simaville, entrepreneur and a multi-millionaire. King Simaville. Nokkur rólegur. Hvað sagði þið? Multi-millionaire and entrepreneur, King Simaville. Það sem hann Richard, sættu þið við það? Já, ég get alveg sætt með það. Áttu hamburgerfabrikuna og keiluhöllina? Nei, þegið þá. Ok, frábært. Herru, við förum í sturlaðar hossaskítur hér í þættinum. Við ætlum að henda í að því að það hefur ekki verið lengi myndur fyrir Cass. Spurningakeppni Gilsarans. Sé að þú ert búin að koma í þetta. Egil, hvað í hverju keppu í dag? Ég verð að fá að vita. Að maður er að stressa það. Spurningakeppni í dag er King of Athlete. Út af því þið hafa báðið verið svolítið kokki fyrst með þér gegnum tíðina svona svona ykkar hæfileiki íþróttum.
Þú veist, þeir eru mjög snöggir, svo þú varst mjög reiður til Loga Bergmann og sagði ekki meiri hann í back. Rikki var að drulli yfir sveppunda en að geta hlaupið hraðar og þeir eru mjög snöggir svona. Við erum snöggir upp og hver svona meiri íþróttamaður? Við höfum ekki náða að bakka það mikið upp. Það vegum það sameiginlegt. Þetta mögulega fyrsta spurningakeppnin í sögunni sem ég vil vinna. Málið að Logi pakkaði mig saman. Það sáu það allir, sko. Og svo sáu það allir, og jafnvel enn fleiri þegar þér að pakka saman í sprettum. Öll þjóðin sjá þetta með Stenda og Loga, en ég held ángist að þitt að farið. Þitt var mest lesið á Vísi, Richard. Og fréttin fór það hratt í mest lesið á Vísi. Ég var aldrei séð svona frétt var ég að hratt í mest lesið. Þjóðin elskaði að sjá Sveppa pakka það saman, sko. Við höfum ekki náða bakkið upp, það bara svolítið sann. Þetta getur hnífi af keppni hjá okkur í hvorir íþróttamæði fólksins. Ég verð með augljósa staðrendir og Rikki sérstaklega fyrir þig þær hrikalega augljósar þetta. Beðið eftir þeirri veistu, Egill, ég er að sjá eitthvað bakarísbjörn, hvað þýðir þetta? Það er nýtt konceptið með. Bakarísbjörn? Já, sérst, ég ætla að leggja kaffitors Tristan. Nei. Bakarísbjörn, mættur. Nei, akkur er Bakarísbjörn? Hann þarf að fá sér date. Þar ég að hringi Bakarí. Þú ætti að hringi Bakarí. Þú þarf Bakarísbjörn. Ég er búin að segja þetta þegar við erum ekki í beinni. Mér er bara illa við þetta. Og ég er með góða fréttir líka. Ég er með góða fréttir samt. Ég veit að þú ert ekki nóg sáttur í Bakarísbjörn. Ég verð með spurt og svara í dag. Það spurðist út með hverjum ég er með í dag og fólk byrja að drita inn mailum. Þannig að það er aftur til að pásu. Koma spurningar til kannski Rikka G í dag? Það er ekki ólíklegt. Frábært. Get ekki beðið eftir þessari veislu. Við skulum hefja þennan leik. FM 95 Blö farið á stað. Við förum í slúrið hér til smástund. Þetta er FM 95 Blö hér á föstu degi KDA og Tiny Tempa, lag sem heitir Turn the Music Louder. Við ætlum að henda okkur yfir í slúður. Aha. Og þetta er erlends slúður? Já, þetta er erlends slúður. Það er ekkert íslenskt slúður í dag, Steindór? Ekkert íslenskt, en það verða augljósar staðreyndir. Ég skiptist á að koma með augljósar og slúðrið og víst að þú varst í dag þá var þetta mjög létt val. Ég elska þetta. Við ætlum að byrja á Chris Brown. Aha. Kannist nú ágætlega við hann? Býtu. Er það ekki... Hann var með Ríhönnu og gekk hérna í skrokkáni en hann er ekkert hættur því, hann er ekkert lært sína leksíu eftir að hafa verið dæmdur því að hann var að fá nálgunarbann á sig frá fyrirværandi kærustu sinni Karrueche Tran, sem sagt leikkonu og fyrirsæta. Aha. Hann sagði sem sagt átti að hafa sagt við hana ef einhver annar myndi fá hana þá ætlaði hann að láta fjarlæga mig. Hún er að segja sig, hann sem sagt í rauninu hótaði að drepa hana og fjarlæga hana. Já. Bara sleep with the fishes, eða? Já, akkurat þannig og hún náttúrulega kærði, var með skilaboð, seifaði þetta allt sem hann sendi henni skilaboð á sínum síma. Ekki greinilega skarpast en hífurinn í skúfunni Chris Brown og hann var núna dæmdur. Hann þarf að halda sig tæplega 100 metra fjarlæg frá heimilinnars vinnu og bíl og má ekki hafa samband við hann undir neinum kringumstæðum næstu 5 árið. Með allt niður í sig. Já, hann er með allt niður í sig. Já. Er hann ekki búin að vera með allt niður í sig heldur lengi? Jú, af því hann var nefnilega hann var með allt niður í sig og svo einhvern veginn í dag er hann ennþá með allt niður í sig. Já. Það er svolítið þannig. Viltu meina hann ekki girt sig? Hann hefur bara ekki girt sig bara í 10 ára. Í dágóðan tíma. Já. Sko, ég er hérna með... Wesley Snipes kannski? Nei, alls ekki, takk. Ben Stiller. Já, ok, þetta er að mjagast í rétt á. Þetta er okkur fest. Ben Stiller slúður, ég fíla það, hvað er með það? Það var að koma, sem sagt, myndband. Já. Sérst, Ben Stiller, Vince Vaughn. Ekki segja mér að vera hristingsmyndband með Ben Stiller. Var hann að hrista sig hann? Nei, hvað er akkur alltaf um eitthvað hristingsmyndband? Það er bara því að þegar fyrirlin er að fara down the shitter, þá hendur í það til að boosta the career. Já, það bústar nefnilega karrieri að hrista sig í ykkur myndbandi. Ég er ekki viss hvort það myndi gera mikið fyrir Ben Stiller. Hvað er að þér? Tilleitin GoPro. Sko, ég er ekki að vera leiðilega, Richard. Þetta er svolítið my specialty. Þegar celebrities erum allt niður og rífa sig í gang og þetta er bara þekkt trikk. Þannig þegar eftir kannski svona 15 ár þegar engin veit hver þú ert þú þá hendi í hristingsmyndband. Það getur mjög líklega að fara þannig á. Jésús minn almáttur. Hvað er ennmaður þetta? Ég ætla að fá að klára Ben Stiller, Vince Vaughn, Justin Long og Christine Taylor. Þau voru að gera nýtt myndband, sem sagt, þau voru að gera nýtt Dodgeball myndband. Það er náttúrulega all leikarnir í Dodgeball, náttúrulega geggjum. Segðu mér þess að koma Dodgeball 2. Nei, reyndar ekki. Þetta myndband var gert til þess að auglýsa góðgerðar brennuleik, þar sem að nokkrir heppnir einstaklingar fá tækifæri til þess að spila brennibolta með leikurunum og þetta myndband er komið og heitir bara Dodgeball is back.
Ég geti séð þetta á YouTube og þannig hann bara komin í sitt hlutverk, White Goodman. Og var hann að setja pítsu? Hann gallan öllum pakkanum. Að setja pítsun á klófið? Aðeins eldri heldur en hann var. Hann var í toppstandi í Dodgeball. Já, kvöldaði sér vel niður. Ógleymanleg sena þegar hann kom að honum hann að vinnur hans og hann var að setja pítsasneiðin á draslið á sér. Hvað skemmtilegra en Dodgeball? Skotbolti brenna. Já, sko, Egill er ennþá. Egill gæti actually, við þurfum, getum að skráð menni í þetta, segir við erum að skrá Egil Einarsson. Já, ég meina Ég held að Egil myndi sökka í dodgeball. Hann hægur. Hægur. Þú með hægar hreyfingar, þú svo massaður eitthvað. Hann snöggur. Ég 100 metrar og 11,3. Ekki segja einhversu að hægur. Sveppi var að rassariðar í hlaupi réttum bara daginn, sko. Og síðan ég líka dodgeball meistari í Hagaskóla? Já, bara í Kópavogi. Það var dodgeball keppni í einu sinni, ég pakkaði hann saman. Í Kópavogi? Þú hefur nú verið elstur. Ég þarf að finna myndina af dodgeballinu. Hvað varstu gamall þegar þú varst að keppa í því? Það er bara höfka stutt síðan það var. Getum þurft að fá þá mynd á Twitter. Akkur höldum við ekki dodgeball mót F957? Ég að segja það. Þetta mjög einfalt, það nokkri liði, boltanir á miðunni, það flautar, tekur sprettinni miðunni, nærði boltan, bombar menn út, ef þú grípur hann, þá hann út, þetta mjög einfalda reglur, dodgeball meistar FM957 og Tiny Little Richard stjórnar þessu. FM95 blöð verður eitt lið, ég, Ötti og Egil og... Hvernig höndum það? Hvernig kastar þú? Ég rosalega skotfastur. Ég hrikalega skotfastur. Það sjokkar að steindi sér skotfastur og góður í ykkur. Hjöppi og Kájóð og Richard, þeir 6. Rikki er samt ekkert eðlilega hægur, sko. Rikki hægur, hann myndi aldrei byrja inn á. Hann getur verið aftast. Já, ég skotfastur. Já, ok, það strax. Ég hef ekki mikla trú á Kjarra heldur til að vera að grípa einhverja bolta, sko. Hann var í körfunni. Hann körfubolta. En þeir voru svolítið stærri. En Brian Ecclepin, hann komin á stöðina. Hann ekki... Hann kemist aldrei í lið. Hann bara nýkomin heim hann með deadbot bara frá Florida, sko. Það svoleiðis. Mér finnst þetta líta bara heldur vel út. En ég segi bara að Richard lænaði þessari keppni upp. Herru, við tekum á því. Þriðja og síðasti slúðumólin hljómsveitin Kaleo var að aflýsa 8 tónleikum sem að hljómsveitin ætlaði að halda í sumar. Jökull komin á dæluna? Vegna heilsufars fársprakkans Jökulls Júlíussonar steindi hættu þessu. Ég má segja þetta, hann er vinur minn. Hann er í tipptopp standi. Hvað er á hann? Það stendur hérna í nákvæmri yfirlýsingu frá sveitinni. Við hlökkum mikið til að sjá alla tónleikaferðin í sumar og við ætlum að halda áfram að spila á eins mörgum tónleikum að mögulegt í kringum læknis með höndlunina. Það er semst eitthvað mynd á honum á spítala en það er ekkert verið gefið upp hvað þetta er. Já, þetta er tala um streitu og álag. Já. Þú ert þannig helviti þekktur ef þú ert laðurinn á spítala vegna álags og streitu. Já, ég meina þeir gigga mikið, þú veist, þetta er band tíma spursnokkan að vera heimsfræðir, sko. Eru ekki orðið það? Já, þeir eru að leiðri. Þú sér það trailerinn, Floyd Mayweather á móti Conor McGregor, official trailerinn er með lagi frá Kaleo. Og líka eitt svo er ekki, að þú veist, þú munt aldrei skilja hvernig það er að gigga og út allar heim eins og ég hef gert. Við skulum bara láta slúðurinn lokið í dag. Landsbankinn og Pepsi Max kynna Sara Larsson á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 13. október. Miðasala á tix.is/Sara. Ekki missa pop-tónleikum ársins. Sara Larsson í höllinni. Sena Live. Secret Solstice kynnir Foo Fighters, The Prodigy, Rick Ross, Big Sean, Richard Ashcroft, Chaka Khan, Anderson .Paak og fleiri stórkostlegir tónlistamenn. Ekki missa þessari veislu 15. til 18. júní. Miðar á tix.is. Disney Pixar kynni Cruz Ramírez, besti þjálfari í bransanum. Frá þeim sömu að færðu okkur leitina Dóru og Inside Out. Hvað ekki að vinna þér? Bílar 3, Leiftur, Krókur og félagar eru mættir aftur. Þú kemst aldrei eins hratt og storm. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Sýnir hvað þið getur. Áfram bíl! Gæti verið minn síðasti síns. Bílar 3 komin í bíó. Þú skráir bílinn frítt hjá okkur á Höfðabílum og við seljum hann fyrir þig. Höfðabílar, Fosshálsi 27. Draghálsmegin. Fáðu þér Túborg Green á Bar 11 og þú ferð í pott og gætir unni miða og flug á Hróarskeldu. Smárabíó, Flagship Laser 4K, Dolby Atmos, pop og ískalt Coca-Cola.
Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Úrvalið hjá okkur kemur skemmtilega á óvart. Kíktu við í Bæjarlind 14-16. Línan, svo miklu meira en bara húsgögn. Bátur vikunar á Kvistnós Black Angus á aðeins 699 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Taktu lífinu með ró og lærðu að meta þessa litlu hluti. Njóttu með Sommersby 0,0%. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Þeir hlustu FM 957 og þetta lag var líklega leiðilegasta lag sem ég hef á ævinni heyrt hér á FM með okkur í dag. Riki, ég er búin að láta þið vita að ég ekki vera að setja á tónlistina en Riki, eigum við ekki en á þetta ekki að vera partíþáttur? Slökk á mér, þetta er eitt vinsalasta lagið bara í heiminum í dag. Nú er það? Hvert er heimurinn að fara? Það er föstudagur, við viljum tempo við félagarnir, við viljum techno, við viljum tempo hellingstempo í þettinum í dag. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er belieber en ekki One Direction maður. Já, frábært. Harður belieber. Við erum að fara núna næst í hvort myndir frekar. Yes. Og þetta er sjálfsögðu 3 spurningar. Það er sant, yes. Þau verður verið með Rikka eins og þess að kenna það. Þetta er yfirleitt ekkit hvort myndir frekar, alltaf annar option er alltaf út í hött. Yfirleitt þetta með að byggja alla undir 18 að slökka út af mér nú. Það er svolítið þannig þegar Rikki er með þannig dagskóli. Það er bara verið þannig undanfarið, Richard. Þetta er bara spurningar. Já, en yfirleitt er þetta mjög svara tengt. En þið þurfum alltaf að svara, það er nummer 1, 2 og 3. Þið þurfum alltaf að velja annað hvort. Hvíðið fyrir því. Herðu nummer 1. Hvort myndir frekar, aldrei drekka bjór aftur eða aldrei aftur fara í matarbót til foreldraðina. Það er mjög góður. Já, ég sko finnst þið gaman að setja bara eitthvað svona 2 valmöguleika sem er ekki fræðilegur að offa? Velja annan. Já, við getum orðað þannig að ég og Egill erum báðir að drekka bjór. Ég held að það er klart mál. Ég með hægur höndun á bjór. Sko, hver er fyrstur? Ég bara myndi vilja Egill myndi svara þessu. Sko, ok, matarboð. En má ég fara í heimsók til í gamla settings? Bara ef Ester hringir bara Egill minni, ætlum að bjóða þér í mat á sundan. Nei, því miður, ég kem ekki. Ég er bara góður hérna heima með bjór, því miður. Þá segi ég það bara. En ég get, ok, ég kemst ekki í matarboð, það er lend ekki vantarlega ekki jólunum og ekki á gamlás en ég get kíkt í hádegissetninga, ég get farið í kaffiboð kannski svona yfir daginn. Þú getur komið beint eftir mat á jólun, þú getur mætt bara 8:30. Þetta er mjög einfalt fyrir mig, ég burt með þessi matarboð. Já, þú mætir aldrei eftir í matabóti fóreldrana, borðar ekki með þeim á aðfangadagskvöld eða gamláskvöld. Riki, hvernig anskotunum á ég horfa á United með ekki einn jökul kaldan, útskýrðu það fyrir mér, ángríns. Þá get ég hans bara sæna mig út úr þessu lífi. Sjómlandi mínir, ég skal segja ykkur eitt. Þegar ég fyrir í matabóti mömmu og pappa og þau eru ekki bestu kokkar í heimi. Það er svolítið. Það er svolítið? Já. Það molnar allt af beinum og yfirleitt er þetta mjög brasaði matur. Steindi að pakka foreldri sínu saman. Vonum að það sé ekki að hlusta. Það hlusta reyndar alltaf. Þetta er náttúrulega klálega, ég vel bjórin. Ég myndi mæta beint eftir mat og ná mig bara, ég myndi bara grípa mér eitt Kenny eða eitthvað rugl og eins og ég segi, maður myndi ekkert sakna matsins mikið. Nei, ok, það var auðvitað að valja á þér. Þið takkir báðir bjórin, þá nummer 2. Hvort myndir frekar, aldrei grýta í eina hægri aftur eða aldrei aftur tala við Auðun Blöndal? Þetta er ógæðislega spurning. Grýta? Ég hef aldrei heyrt neitt segja þetta. Grýta í hægri. Ég er að heyra setningu í fyrsta skiptu ævi minni. Já, hún er búin að vera lífi núna í næstu 50 ár. Og ég er að heyra í gríti eina hægri í fyrsta skiptir nú. Þetta er bara, veist það. Þýðir það sem ég held að þýða? Ég held það, ég á bara ekki til orð. Eða hvað? Eða aldrei aftur tala við Auðun Blöndal? Já, aldrei aftur að tala við hann? Nei. En getur við setja saman að horfa á leik og ég myndi bara ekki segja orð við hann, sætum allir viðfélagarnir. En alltaf vandrarlegt ef þið segja ekki orð við hvað. Það er góða punktur. Já, mætti bara ekki tala við hann. Þetta er bara Steinþór byrja með þessi, ég byrja á síðustu. Já,
sko Ötti getur verið algjör fáið sko. Þannig að það svolítið þannig sko Ég hugsa að maður þyrfti kannski að skoða það maður þyrfti að skoða að eyða honum út úr símaskránni Þetta var svo einlægt eitthvað Ekki bara næsta spurning Þá fyrir komna næsta spurningu Nei, þú ert þetta að svara þessu Ég bara, myndi segja, var ég nokkuð svona vina marga vini Ég var á eiginlega of marga vini Þannig að Kipum öðunni þann út bara Já, ég myndi ekki bara senda hann einhvern Senda bara til sveit Já, þeir eru frábæri félagar, gott að vita af ykkur Þið myndi halda áfram að gríti eina hægur og forna vináttu Ekki vera að endur taka spurninguna Næsta spurning Það næsta spurningu Jesus Það ekki lægi með þig Ég bara sjokkt Næsta spurning Herðu, hvort myndirðu frekar? Vilja vera með nittara það sem eftir eða ælara það sem eftir Hvaða frasar eru þetta? Gríti hægri, nittari og ælari Nittari, það er niðurgangur Já En ælari Ég sverða, ég hef aldrei heyrt neitt kalla niðurgangni Ég hef aldrei heyrt neitt lengja orð með frasa Þú veist að því að þú getur sagt bara æla En þú sagðir ælari Já, ælara, það er semst ælupest Bara hvort myndið freka vilja, það sem eftir vera með krónískan niðurgang eða króníska ælupest Ok, þetta er tvei frábæri valmöðleikar, sko En Þessi þáttur Segir þú samt, þegar þú ert með niðurgang heimahöður Segir það við konuna Ég er með nittara Já, ég hef alveg stundu sagt það Ég er því miður með nittara núna Segir það Hvað hefur það sagt bara Ástu mín, ég kemst ekki með þér í þetta ammál eftir Ég er bara því miður með nittara Þú nota það Ég hef alveg notað það, já Ok, sérstu með krónískan ælara eða nittara Og þegar ég er með krónískan Segjum bara, tökum annan dag með nittara Mér finnst þessu sem að gera hlustendur bara heimskari Hversu oft er ég þá að hægja mér á dag, myndur þú segja? Ég bara veit ekki Það er krónísku nittari Það er bara, þú veist, það er nokkur Þú getur allt á þig bara að borða mér í hátteginu sko. Þetta er nefnilega kostur að kalla, þú getur allt hvað sem það er rétt Þú getur bara farið hérna út og allt, þú getur allt inn í hotna Þú getur gert hvað sem Nittarinn, hann er svolítið bundið við klósett En á móti, þá getur þá sestu niður eins og þegar fólk fær góða nittara Alvöru nittara Þá sestu niður og ferði í símaðinn Þú ert að skoða eitthvað með hann Þú ert kannski að vera á vídeo Við þurfum ekki að fá allt smáatriðin Þetta er góð punktur hjá Steinþóri Því að það er skemmtilegra að vera með nittara en æla Því að þú missir andan hann eitthvað Ælir í gegnum nefið á þér og svelgist á Það er viðbjöður Skoðar ekki símanum með hann Það er öllulega eldur um ælupest Ég þekki enga sem er gaman um ælupest Ekki einn mann Ég hugsa tönnu góðu Myndi maður velja nittaran Allar er með fötu á þig bara Ég meina, hversu mikið nittar er þetta? Ertu með nittar allan daginn? Nei, kannski ekki allan daginn Króníska nittar? En hvað er það að tala? Bara á KFC Kannski tvisar á dag Tvisar á dag? Já, en ég fyrir lítið að fá samt sko Þú færði eitthvað tíma, heads up Þú nittar ekki í þig Nei, það gerist nú vilt sjaldan Nei, ég þekki nú mann sem prumpar á sig nokkuð sem ári sko Fullari maður Sko líka fyrir budduna er betra að vera með nittara Því að með króníska ælupest þá er tennun á þið farnar til svona 2-3 mánuði Svo náttúrulega fættu við það ekki Þið getur líka verið með króníska nittara Þið getur náttúrulega, það eru til adult diapers Henda sig í bleiu bara Það er geggjaða punktur hjá Eða eru til dæmis að fara í eitthvað viðtöl eða eitthvað svona Bara fara í bleiu Þú gæti náttúrulega líka hendir og stóma póka Fengið eitt góðan stóma Ég held að sé alltaf betra að taka nittara Ég tek nittara Ég held að sé sammála Steinþóri Herru, það var engin gáðari við þetta Nokkuð ljóst, þetta var Þú samtir þetta Þú samtir þetta Við fáum King sem að vil hér í stúdíu eftir smástund Hér á föstu degi klukkan rétt yfir 4:30 og við erum komin með góðan gest í stúdíu Má ég kynna hann? Nú mátt kynna hann Skrýtið sé með nittara Þið eru bara hérna með bjór alla daga Við erum að tala í stúdíu eða mættur self-made millionaire and entrepreneur King Simmeville Má ég spyrja, hvað þýðir entrepreneur? Frumkvöðl á íslensku
Ok, frábært. Þannig segast miljardamæringur og frumkvöld King Simmiville. Velkomin. Já, þakka þér fyrir. Hvað segir þið fyrst? Við hefum aldrei verið betri. Talaði í tólið. Já, við hefum sjaldan verið betri. Hvernig ertu? Þú kemur þetta færandi hendi. King Simmiville, kottu í mikrofónu á höfðingjónum. Já, skipta þig. Er ég ekki að virka? Nei, þú ert bara að tala í hann. Það er að tala í hann? Þessi, þú ert svo nálægt þessum. Þetta er bara með varirnar á honum eiginlega. Bara limlengdin þín frá þannig. Hvað er með frá mæknum? Já, hvað er með fyrir og fyrir annars? Ég nú bara komin hérna til þess að leyfa ykkur að smakka þetta. Okay. Ég hérna með í fyrsta lagi Skittles shake. Það er Skittles í shake. Mr. Donut. Það er eitthvað Mr. Donut er hann kallaður. Ávaxta hristingur. Sumarbragð í þessu. Ávaxta hristingur? Já, hristingur. Skittles. Er þessi hristingur? Hvað er í þessu? Þetta er það. Svo er ég hérna með After Eight. Er þetta íst sumarið? Er þetta bara svona hefðbundni shake? Þetta er Skittles hristingur. Hvaða hristingur er þetta? Þetta er After Eight. Hristingur. Þú er búin að segja hristingur sexinu núna. Hvað kallar þetta? Hvað kallar þetta, Simmi? Hendiði bara í eina hægri og smakkið. Það grít það eina hægri, svo Richard orðað. Herðu, þetta hérna bræðast. Þetta er After Eight hristing. Þessi Skittles hérna bræðast mjög vel. Þetta er nýtt hjá Simma. Þetta er enda ekkert eðlilega gott. Er þetta að fá þetta íst? Þessi Skittles Getið fengið þetta íst? Með áfengi út í? Já, ok. Þetta er vodka sko. Þetta er svona eins og blanda sem þú blandaðir í brekkunni í Eyjum alltaf svona með svona Skittles inn í. Bara gefa King Simmiville smá tips svona upp á framtíðin og kemur reglulengað. Við félagarnir varum til að hafa þessa hristinga írska. Já. Það er bara það. Við erum að vera 50. Bara byrjum það. En Skittles shakein er rosalur. Strákar, þetta er rosalegt. Þetta er Banderas. Banderas? Antonio Banderas. Loksins fær hann Óskarinn. Þetta er búin að setja smá dass af ást í þetta. Já. Þetta er gyrnilegsta pizzasíði síðan. Já, þetta er sko chili mayo og barbecue sauce on top. Það var sterk? Já, út af chili mayoinu. Ok. Þetta er chipotle mayonnaise sko. Þetta er alveg smakka þetta. Þetta er gyrnilegsta pizza sem ég æfini sé. Simmi, þú varst að koma frá Barcelona. Hvað varst að gera það? Egil smakar hana. Simmar, þú varst í Barcelona, hvað varst að gera það? Ég var bara með fjölskyldunni að skoða. Hvað er á henni? Það eru baconsneiðar. Það er nautahakk. Það er paprika. Það er ananas. Utan ananasinn, ég kipti honum af. Ég er ekki ananasmaður sko. Þetta er náttúrulega skemmtilegasta útvarpsefni allra tíma. Við erum að lýsa ykkur sem við erum að horfa á og smakka. Getið sagt við King Simmiville hringi, mínus ananas og Banderas. Já. Ok, það er í toppmálum. Svo getið gert það. Egil er að smakka Banderas núna og tína annasinn af. Já, þetta er náttúrulega guðlast sko, þú ert að smakka þetta allt saman sko. Guð minn góður, hvað er gott? Ekki 5 ára. Það er gott það. Það þarf ekki að kenna King Simmiville að búa til góða pizzur sko. Heitir þessi pizza Antonio Banderas? Nei, bara Banderas. Bara Banderas? Egil er búið með sneiðir núna. Guðnin, almáttur. Hvað er að frétta í munninum á mér? Ég tók annars með til að fá fleifur. Ásgeir Kolbeinn sem við okkur ananas, ég er ekki mikill ananasmaður en þarna einhvern veginn verður hann að vera til þess að tóna á móti öllu á móti öllu nýlistasafninu sem munnurinn að breytist í. Ótrúlega frumkvöld. Er ég búinn að krasna þátt náðu mikið núna? Já, þetta er ekki bara orðið gott. Þetta er bara orðið helviti gott. Ég sé þetta sveitur að efrivörðin að hendin einhverju lægi sem þú er búinn að velja og getur ekki byrjað til að spila þetta. Slaka á, Richard. Þetta var dýrasta slott allra tíma. Ég myndi segja það. Hvernig, ertu hættur að borða pizza til að tapa fyrir sveppa í hlaupinu? Nei, ég fekk mér pizza bara í gær og er að fara að borða þessa. Þetta er ekki flókið. Herru, við höldum áfram. Ferðu það ekki í taugarnar á þér þegar fólk segir þér hvað þú átt að gera? Ég er hér til að segja þér hvað þú getur gert. Þetta er þitt líf, ekki satt? Af hverju að eldast og hugsa tilbaka allar hlutina sem þú hefði geta gert? Svo mikið að sjá, að finna, að smakka og uppgötva. Tældu vínið, skoðaðu hinn, stökktu í öldurnar, kafa eftir földum fjársjóði eða lærðu hinum með netinu. Það er eitthvað að núti sem mun skilgreina þig. Byrja strax að skoða í kringu þig. Kilroy.is. Kvöldmaturinn býður eftir þér á Kvistnos. Komdu við og gríftu með þér bát, vefju eða fest salat. Kvistnos, við erum á Ólís. Ætlar þú á stærsta kraftbjórfestival á Íslandi þann 24. júní? 78 bjórtegundir á krana. Allur sá úrvals kraftbjór sem þú kýst fyrir aðeins 4.900 krónur. Main Beer Box Bjórfestival. Miðasala á miði.is. Fáðu þér Tuborg Green á dönsku kráni og þú ferð í pott og getur henni miða á flug á Hróarskeldu. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttinn.
Gulldingi, þinn réttur til bóta. Fasteignasalan Torg. Við veitum topp þjónustu, kraftur, traust, árangur. Fasteignasalan Torg. Af því að maginn á skilið eitthvað gott. Serrano, Fresh, Happy, Max. Billy Boy. Spenntu á þig Billy Boy. Inn í fötu, það ekkert. Við erum með sex. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þeir eru hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Simmi Vil var að detta hérna út úr stúdíónu. Það kom honum kærlega fyrir komuna. Kom færandi hendi, skitli, shakar, hristingar eins og þú kýst að kalla þetta. Salar, pítsur og vesend. Ég er ánægð með hann. Hann kemur alltaf hérna, kíkir á okkur með mat. Og glæni Banderas pizza. Þetta ég er mjög... Sem gerði eftir Antonio Banderas. Við höfum aldrei og munum aldrei fá jafn sterkan kostanda á þáttinu. Þetta er geðvitt. En það er komið að lið hérna núna sem heitir Bakarís Björn. Sem ég er kvíðinn fyrir. Bakarís Björn. Ég er búin að vera kvíðinn fyrir þessu. Þetta er málega það. Ég veit alveg hvað það var að gera. Þetta er bara Bakarís Björn sko. Nei, þú varst að sína með textan sem ég á að taka. Rennum aðeins yfir þetta. Þú kynir þig bara, góðan daginn Bakarís Björn. Síðan spyrir hvað hann heitir, þykist ekki heyra það, segir bingo, svo höfum við að vinna með. Síðan segir þú komst í morgun, festi vínabrauð, snúð og ostaslaufu, rendur sér niður með sigari, kókumjólk, festi sér líkili eftir rétt. Maður spyrir Egil, málega, ég er búin að vera núna að hringja sem bæði Starbucks Stoney og Kaffitás Tristan með engum árangri, ekki neinum. Þú er ekki verið að taka textan of vel, hingað til. Nei, textan, ég segi alltaf að Bakarís Björn er hræðilegt nafn. Það er hrikalegt nafn, af því að það er ennþá ólíklegra maður, sko Egil, það er ekki hægt að koma svo snemma með... Ef þú kemur textan með eðlilega frá þér, þá farið date, þetta er ekki flóknan að það. Akkur eftir þá koma svona snemma í texta þarna, ég ætla að fá mér einhvers konar lykil og vesen, þetta er ekki hægt. Því að til þess að haldið á línunum þá er hann að vita að þú er nóga peningu. Hvað kemur svo að það? Síðan segir bara, hvernig hefur þú það? Spurður hann að því. Og síðan segir þú verðbreiðamiðlar og fasteignarsali. Hver er rakamestin í góðarum? Verðbreiðamiðlar og fasteignarssalar. Síðan segirstu vera í aftan í lúxusseppa með girt niður þig. Þar lokar þau segila svolítið. Já, ég lokast þau bara þar. Þar segir hún bara við mig að þetta sé bara komið og ég bara sækja sig og við ætlum að deyta og svoleiðis, er það ekki? Þú veist að þú ert ekki að ruggla. Nei, og bara, þú veist, og segjum sem þú ert ekki nakin alveg, en þú ert með Billy Boy. Það sjálfsögðu. Og síðan takk til líka, ég reyndi að koma líklunum að aftur hana. Herru, nennur ekki bara að hringja og klárum þetta. Bakarís Björn. Skulum, ég klárum með númerið. Þetta er óþolandi. Bakarmeistarinn Austuveri, góðan dag. Já, góðan dag, Bakarís Björn, hérna með vikurnar er að tala. Ég heiti Inga. Halló, ég heyri svolítið illa. Er Inga, er hún við? Já, það er hún. Bingo. Já. Björn heiti ég og ég var hjá þér í morgun. Já. Og ég fekk mér, var að fá mér vínabrauð hjá þér og reynda snúð líka og ostaslaufu. Já. Og reyndi ég svo niður með einni sigrari kókamjólk. Já. Og já, ég eftir eitt fekk ég mér svo eitt lykil. Ég hefði nú ekki getað að byrja daginn betur. Já, það er gott. Inga. Já. Það er fyrsta spurning, hvernig hefur það? Ég hef það rosalega gott, sko. Já, ég ætla að koma með beint efnu. Ok. Ég er verðbreiðamiðlari og fasteignasali. Ok. Og það er góðari, Inga, þú veist að því. Ég veit að því. Og hverju rakka mest inn í góðarum? Allir nema ég held ég. Það er rétt. Verðbreiðamiðlar og fasteignasalar. Já. Inga, ég ætla nú ekki að vera skrökvar, en ég sit aftan í lúxusjeppa akkurat núna. Ok. Og já, ég hef nú ekki hugsað margt annað síðan í komandi morgun. Nú er föstudagur. Já. Er það lægi að ég pikki þig? Hefur farið á svona taktu sensinn með mér. Má ég sækja þig? Gerðu það, leiðu mér að sækja þig. Hver ertu? Ég sit aftan í lúxusjeppa. Já. Með girt niður mig. Ég er ekki nakin. Ok, núna fæ ég martröð og segir blæst. Ok, ég er með Billy Boy. Taktu leikil með mér. Inga, taktu sensinn, tiltaður á Billy Boy. Það var ekki breykið. Hvernig kannski skita á með hann texta? Skita á með hann texta, þetta er liðlegasti texti allra tíma. Þetta er besti texti sem ég hef komið með. Bakarís Björn. Egil, dreftu mig ekki, ég ætla aldrei að gera þetta.
Það ég, FM 95 Blöð hér á FM 957. Klukkuna vantar 8 mínútur í 5 og við strákandir höldum hér áfram. Rikki G, Egill Einarsson og Steindi Junior. Hér komið að lið sem ég kvíði pínlítið fyrir. Reyndar fekk Steindi þess að finna fyrir því í bakarispyrni og Mjónar hafa stoppið við það. Þetta var hrikalegt. Þetta var hræðilegt. Hér skils að ég hvernig hægt að drulla þegar þú færð svona texta. Já, það bara nákvæmlega textanum að kenna að þetta sé drulla. En við erum að fara í spurt og svarað. Ég segi þess að, maður komið mín skoða. Ég vil meina það að Bakarispjörn fái tækifæri til þess að vinna sinna aftur einhvern aftur. Það Sko ekki offa þann höfðingja. Kann vel við hann. En það er komið að spurt og svarað og þessi dagskráliður er búin að vera í pásu mjög lengi og ég tek þessum dagskráli fagnandi. Það ger ég ekki. Ég hlakka til að heyra. Sko, þetta er svolítið skrítið í dag. Þetta er óvenjulegt. Maður giska, það er einhver sem er overweight og einhver sem getur ekki hlaupið og eitthvað svona. Það er ekki. Ef ekki bara að leifa höfðingjanum að renni við brefina. Akkur þetta tala allt því í þriðja persónu. Þetta er náttúrulega bara bref sem... Það er Amerikan Psycho í útvarpinu. Þetta er bref sem hann er að fá send frá aðdáendum þáttarins og ég býð spenntur að fá hérna. Sko, þetta er svolítið skrítið því að þetta er einu 2 aðdáendabref. Eitt til Steinfoss og eitt til Richard. Ok, stöðla það. Og hérna, þetta er svolítið spes. Ok. Þannig að ég ætla bara að lesa þessi aðdáendabref. Út af því að þetta er aðdáendur sem vilja spurja ykkur að einhverju. Ok. Og fyrsta brefið er til Steinfoss. Ok. Sæll Steinþór. Já, ég segi bara hæ. Mér finnst þú geggjað fyndin. Ég er mikill aðdáendi. Það er draumur hjá mér að vinna í sjónvarpi og útvarpi eins og þú. Hver væri mín fyrstu skref í átt að því markmiði að þínu mati? Kveðja Magnús. Ég er hrikalega ánægð með Magnús og þetta bref og þakk honum kærlega fyrir þessi lið getur mögulega bara fengið að vera. Já, ekki spurning, eins og ég sagði, þetta er ágætisliður. Ég hafa búin að sakna mikið. Já, spurningi á hvað, hvernig er hans fyrstu skref? Já, hann vill vinna í sjónvarpi og útvarpi. Og hvað á hann að gera? Já, sko hvað gerir þú? Það sem ég gerði var að ég tók upp grín og sett á YouTube í 10 ár. Okay. Það er svolítið langt ferli fyrir marga. Það þarf að vera þolinmóður. En þetta er svolítið öðruvísi í dag að því að í dag er einhvern veginn svona léttara fyrir fólk að komast að. Þú þarf kannski ekki nema einn hittara og þú ert orðinn nafn. Okay. Þannig að ég ætla að segja honum Magnúsi að vera duglegur, að drita út stöffi, ekki sitja á því, ekki fá leiða þínu eigin dóti, út með það og bæta þig, út með allt leið. Þetta er það sem ég er búin að biðja ég er búin að vera með dagskvöld núna í 7 ár. Já. Svaraði bara spurningunum. Já, þetta er líka eðlileg bara spurning frá aðdáanda. Þetta er ekkert mál að svara svona. En svo er líka Magnús velkomin, meira en velkomin að koma hingað í þáttinn og fá sínar nokkra mínútur til að kynna sig og kynna sig fyrir hlustendum. Það var spurningin til Richard. Yes. Og já, sérst, e-mailið byrjar svona. Sæll höfðingi. Ég kalla þig höfðingja og allir í mínum heimabæ kalla þig höfðingja. Ég segi þetta bara því að ég heyrði daginn að blöðsöðurinn var að segja að enginn kallaði þig höfðingja. Það er bara ekki rétt hjá Sörðin. Þú er ekki kallaði Sörðin? Nei, blöðsöðurinn. Það segir blöðsöðurinn. Og þegar ég var að segja daginn að enginn kallaði mig höfðingja, maður þetta því? Ég hef satt ég hef alveg heyrt fólk kalla hann Sörðin. Þetta er ekkert nýtt hérna. Nei. Og þessi meistari segir, en mér vantar aðstóð. Þegar ég frétti hvaða meistarar eru með þér í þættunum í dag, höfðingi, þá var ég að senda inn spurningu. Ég hef heim á Egilsstöðum. Ég er með eitt markmið í lífinu. Ég ætla að vera Rikki G. Egilsstaða. Það er markað fyrir það hér. Það er enginn eins og Rikki hérna. Margir af mínum bestu vinum kalla mig núna Richard eða Dr. Donut. Ég tróð í mig daginn 39 kleinarfingjum áður en ég ældi. Allir stóðu upp í bakaríinu og klöppuðu. Ég fekk strax mikla virðingu. Þarna komið mér á kortið í bænum. Ég lýsi flest öllum íþróttaviðburðum sem eru hér. Ég lýsi öllu. Allt frá fótboltaleikjum yfir í skotbolta. Meira að segja, lýsti því daginn þegar stelpur voru að sippa fyrir utan skólan hjá mér. Gaf allt í lýsinguna og áður en ég vissa voru komnir áhorfundur. Ég öskra nánast allan tíma þegar ég lýsi, síni passjón alveg svo Rikki. Ég er einnig að vinna í því að opna lokal útvarpsstöð hér á Egilsstöðum. Ég æfi 2 á dag, en vandamálið er að ég er í tiltölulega góðu standi. Ég er að reyna að gera mig vel tjöbi, en það er bara ekkert eðlilega erfitt þegar maður æfir 2 á dag. Ég er rauninni með 3 spurningar til Rikka ef það er í lagi, kæru höfðingi.
Það er góðu lagi. Þetta 3 spurningar, en við erum búin að treyta hennu 3 spurningum Richard, eða lagið þín vegna? Sjálfsögðu. Viltu ekki taka einu í einu bara? Já. Spurning nummer 1. Hvernig get ég æft 2 á dag en samt verið alveg spekfeitur? Ég ekki gæti að höfðingja fyrir þetta. Ég er að lesa upp á maili. Þetta er eitthvað sem að fær orðaðan bara spekfeitur það stendur þarna spekfeitur. Hvað heitir þessi gæði? Heitir Þengill? Þengill, heitir það Þengill? Já, Þengill. Það heitir Þengill, já. Það er læknir í Mosó sem heitir Þengill. Segir Þengill að ég sé að hvernig getur verið spikfeitur og Richard? Sko ekki snúa út úr það sem höfðingi segir. Er Þengill blindur eða? Ég er ekki spikfeitur, sko. Nei, alls ekki. Þú ert svona, við getum orðað þannig að þú ert svona, kannski bara svona knúsulegur, bánsalegur. Ég er bara svona aðeins, ég er ekki spikfeitur. Þessi Þengill er blindur, sko, ef hann er að segja það. Þú ert bara með öllítið kjöt á beinum, sko. Ég er sammálað þér. Ég er ósammálað Þengli. En hann segir hérna í póstinum að þú sett akfeitur, ég veit ekki af hverju. En þú tökur steindóndi fyrirmyndar og reynir að svara bara spurningur. Hvernig hann getur orðið spikfeitur með að vera 2 á dag? Já, hvernig er það vesanuð? Hvað er þessi, tekur hann fram hvað hann er gamall eða? Ég hef ekki tekið fram, en það er skóla greinilega. Sko, þegar ég var yngri, þá gæti ég borða hvað sem er og ég fitnaði ekki neitt. Þetta gerðist eftir 25 ára, þannig ég myndi bara bíða þolinmóðið Þengill. Þetta kemur ef þú heldur þessu áfram. Hver er næsta spurning? Það voru 2 aðrar á hann, eða ekki? Hann segir, þetta er ágætt svar, hann segir Þengli að þolinmæðin muni skilunum auka kílun. Spurning nummer 2 af 3. Ég heyrði í Ásgeiri Kolbeins þegar þið voru 3 einu sem þú, Richard og Kolb. Mín spurning er, hvernig fer ekki að því að gefa frá svona svakalega skítalegt þegar hann hægir sér? Þú veist að Kolb sagði söguna frá í Eyjum og hægðu þér, nei þú varst hérna á klústinu fram með það ekki? Þú tekur þetta bara á kassan ekki? Já, þá skal ég bara byrja að segja, kæri Þengill, ekki hlusta á Læjar Læjars, a.k.a. Ásgeir Kolbeinsson. Það er ekki rósalikt að einum meðan einum, sko. Já, ok. Nei. Það er ekkert, þú getur ekki verið ráðleggingar, þannig. Ráðleggingar, hvernig það var meiri skítalikt? Nei, fólk var að tala um að bara... Hvað er maður mættur? Fólk fekk blóðuna sér hérna á ganginum, ekki? Steindi, ég kom eftir þér á klósett, ekki þú segja orð, sko. Það var bara... Á bara ólega fyrir síðan, sko. Þetta girða af svæðið, sko. Ekki drepa mig. En málega er að þetta stakk fólk í nefgöngin, sko. En hvernig myndur, er það þá eitthvað sérstakt sem þú vart að borða, eða? Nei, bara ekki. Næsta spurning. Það var ein önnur, þegar ekki? Það þriðja. Þú varst 3 spurningar, Steindi fyrir bara eina. Já. Er þið rillir að senda þetta? Hvað er að frétta? Hvað er þriðja? Og 3. spurningin er, hvernig fyrir hann að ég að hlaupa svona hægt? Spurningamerki. Sér segir hann, ég fann of þungan trúð hér á Egilsstöðum með krullur daginn og skoraði hann í 100 metra hlaupi. Var að vona að ég myndi skítapa, en ég endaði að pakka honum saman. Hvernig getur maður æft 2 á dag en samt hlaupið svona hægt? Það er spurning nummer 3 hjá þessum. Ég er gaman að þessu Þengli. Hvernig var það, af hverju hljópst aftur svona hægt ekki? Hljópa alltaf svona hægt? Hann hljópa 14:40 þessi trúður sem ég keppti við. Hann var í handbolta þessi trúður sem ég keppti við. Búin að vera í 20 ár. Hvað var þeim tíma áttu? Það var 17? Nei, það var 16 kom eitthvað. Og Þengill. Nei, ég veistu, þetta er bara fáránlegt. Fáðu þér Túborg Grín á Dillon og þú ferð í pott og getur unnið miða og flug á Hróarskeldu. Fótboltagolf. Komdu með Cairo og þú slærið í gegn. Opið til klukkan 10 í kvöld. Skemmtigarðurinn. Landsbankinn aðstoðar viðskiptavini við að byggja upp sparnað. Allt frá fyrstu skrefum og þar til komið að því að njóta ávaxtana. Kynntu þér sparnaðaráðgjöf Landsbankans á landsbankin.is/sparnaðaráðgjöf. Landsbankinn. Bros merkir auglýsingavörur með þínu fyrirtækjamerki. Skoðaðu litríkt úrval á bros.is. Bros auglýsingavörur. Norðlingabraut 14. Bæ-drykkirnir eru bragðgóðir orkugefandi drykkir sem innihalda aðeins 1 gramm af ávaxtasykri og 5 kaloríur í hverjum skammti. Veita þér náttúrulega orku fyrir hreyfingu, lærdóminn eða önnur krefjandi verkefni dagsins. Prófaðu nýju vassmelónu tegundirnar í næstu matvöruverslun. Sjáumst í sólinni á Secret Solstice 15. til 18. júní. Aldrei áður hefur dagskráin verið jafn spennandi.
Foo Fighters, Rick Ross, The Prodigy, Big Sean, Shaka Khan, Richard Ashcroft, Young M.A, Pharomonds og Anderson .Paak sem var tilnefndur til 2 Grammy-verðlauna. Ekki missa af þessari veislu 15. til 18. júní miðar á tix.is. Sena Live kynnir Rise Against í Silfurbergi Hörpu 23. október. Miðasala er á harpa.is/Rise. Rise Against í Hörpu. Sena Live. Hæ, Pavel hér. Ég ekki í landsliðinu í körfubolta af því ég borða walk-on. Ég borða walk-on af því ég í landsliðinu. Walk-on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Enga stund að finna bílastæði. Nægur tími til að kíkja smá í búðir. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Lifðu smá. Ertu með sól í hjarta? Fáðu þér þá fullheit bacon gordita crunch. Taco Bell. Ykkar skemmtun, okkar fókus. Hókus pókus Laugavegi, hókuspókus.is. Happy hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Gæludýr.is. Ef gæludýrið þitt mætti ráða. Gæludýr.is, Korputorgi og Smáratorgi. Kotti Shake. American style. Hauti, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4-6 í FM 95 Blö. Já, hlustendur, þeir hlusta á FM 957 hér í dag. Með okkur dagskrárstjóri stöðvarinnar Overweight Richard og Steinþór Hróar og höfðinginn. Akkurat. Höfðum Blöndal stattur erlendis og guðum að vita hvað hann að bralla. Við 3 stöndum vaktina sjálfsögða meðan og Rikki, hvað ætlar að bjóða okkur upp á? Herru, við erum að fara í stundlegar hrósaskítur. Aha, sko, þetta búið að vera hnífjafnt hjá okkur. Þetta alltaf spennandi. Þetta alltaf mjög spennandi. Þú rústið að mér þetta einu sundaginn. Þetta spennandi. En svona, ég myndi að segja að svona heildarskorið væri mjög jafnt. Sko, það svona smá þema mér í dag. Það svona celebrity þema. Nó. Gæsilegt. Og þetta sjálfsög 5 spurningar. Þetta annarkort bara sturlu staðrind eða hrósaskítur og hlustendur geta sjálfsög tekið þátt í þessu líka. Þetta eins og flestir þínir dagskráliðir þurfa öll börn að slökka á tækjum eða? Nei, þetta annarkort bara hrósaskítur eða sturlu staðrind. Númer 1. Harrison Ford var á 7. og 8. áratugnum tvíkynniður, þar að segja hann var bæði með strákum og stelpum, sagði í viðtali við Vanity Fair á dögunum. Já, Harrison Ford, Indiana Jones sjálfur. Hann spilaði í báðum liðum 7. og 8. áratugnum. En byrju, hvernig geturðu spilað í báðum liðum einhvern tíman á 7. og 8. áratugnum en ekki í dag? Hann er giftur maður í dag, sko. Já, ég veit út giftur, en hann er samt að spila í báðum liðum, eða ekki? Hann er vantarlega ekki að gera það núna, hann er giftur. Já, svona ekki að gera það, en hann er svona... Það er svo horfa á þannig hluti eða eitthvað. Já, þetta... Kannski var hann bara open-minded, hann er alltaf kornungur hana. Hver er með svaretinu? Þú ætlum að byrja á þér, Egill. Ég var vonað Steindi myndi þetta. Þessi er svolítið erfið, sko. Ég get alveg trúa Harry fyrir að vera vesinast eitthvað. Ég er movie buff. Ég er búin að horfa allar kvikmyndir sem gerðar hafa verið. Já. Sem above average góðar. Já. Ég líka bara horfa mikið á lélegu bíómyndum. Ég myndi vita það að Harrison Ford hefði verið making love with another man 7. og 8. áratugnum. Ég hefði elskað það koncept, en ég myndi vita þig, Richard. Þannig að þetta er horse manure, skóplað þessu. Ég sammála Agli. Man er grunar að man hafi heyrt af þessu, en ég elska pælinguna það mikið og ég myndi steyðja hann mjög mikið í þessu. Ég ætla að segja að hann hafi verið að spila í báðum liðum hann á tímum. Þegar hann yngri? Þegar hann yngri. Það er 1-0 fyrir Agli. Þetta var hrósaskítur. Það sjálfsögðu var þetta hrósaskítur. Hvað vitleysa er þetta maður? Það er ég að segja. 1-0. Númer 2. Þegar Chuck Norris líkaði illa eða ekki vel við manneskju, þá var hann hljóður í kringum þá manneskju og sagði raun ekki orð. Þá var hann bara silent. Já, tók hann silent treatmenti á fólk. Steinþór með svaretinn. Já, ég sko ég nú aldrei verið mikill Chuck Norris maður. Mér er alltaf fundist Van Damme verið hinn rétti Chuck Norris. Sko, þú getur fíla Van Damme og Norris, sko. Já, málið er að hvaða myndir við Norris? Ég verið séð Norris þegar hann er þröngum gallaböksum
og ringsparkar eitthvað í andlitið. Mér finnst það samt bara sko Horfðu aldrei á Texas Walker. Já, þegar Chuck Norris hendi sér í þröngar leðurbuxur og fer að sparki menn. Ég veit ekki, mér alltaf bara fundist hann vera einhver svona með þetta venjulega pappalúk. Van Damme svona... Þeir að heyra þetta. Ég elska þegar Van Damme ringsparkar menn. Já. Hann líka í þröngu gallabuxum. Hefurðu séð Van Damme ringsparka eitthvað í víðum gallabuxum? Aldrei. Nei. Sko, hann var í dálítið víðum gallabuxum í kvikmyndinni Hard Target. Þá var hann með sítt hár og allt gerist í slow motion og myndin var við erum ekki sjáðu hérna. Ég vil sé Time Cup. Já. Ég þarf að fá svar. Steindi, þú átt svarið þetta núna. Ég ætla að segja að þetta sé rétt. Þetta lúðaleg og leiðileg aðferð eins og hann og ég ætla að segja hann hafi að vera hendi silent treatment. Þetta kalla Chuck Norris lúða og National Radio. Já, sko, eins og veistu hvað hann ekki að hörðum aðdáðandum? Hann samt ekki, fyrir mér hann ekki Van Damme, hann ekki Snipes, hann ekki Stallone eða Schwarzenegger, hann Bruce Willis, hann fittar ekki inn í þetta hefur. Steindi segir þetta sé rétt. Ég ætla að segja rétt, hárrétt með þessi. Eil. Ertu að googla þetta, Eil? Nei, ég bara flettum, mér er svo gaman að horfa myndir á hann, mér er svo huggulur. Hann það, já. Með leiðið til Chuck Norris, hann nennir ekki að tala við þig, þannig að hann lokar á þessum munnum. Mér það make a sense, ég væri Chuck Norris og ég væri með eitthvað trúð við hliðan á mér. Svo væri bladrandi í eyrað á mér. Myndi líklega bara... Í staðið fyrir ringsparkan, sem hann getur auðvitað gert, sko. Já, en sagan segir einmitt að hann hefði gert það frekar, sko. Ég sé þessi hár rétt. Hann tekur stæltýrmynd. Það 2-1 fyrir allir. Þetta var hár rétt. Chuck Norris lærði þetta í einhvers konar hofi þegar hann var í svona karate dæmi. Búta hofi. Já, þá í staðið fyrir að vera þykjast líka við náungan, taka bara silent treatmentið og segja ekki orð. Fylgum maður. Herru, og nummer 3. 2-1. Mark Wahlberg satt inn í 50 daga fyrir líkamsáros á sínum yngri árum sem að leiti til blindu 2 manna. 2 manna, já. Þetta sko, Wahlbergin hefur alltaf verið í miklu uppáldi. Ég leiðilegt að heyra svona rugglumann. Wahlberg, á ég svarið þinn? Egil núna. Ok. Og sko, ég vissi að Mark Wahlberg var a bad little boy þegar hann var yngri. Hann var bad boy. Og ég vissi að hann hefði verið að selja eitulif og lemmendi menn og okkar og betri maður í dag. En hann gerir 2 blinda vonandi ekki rétt og hefði ég ekki vitað að því er búið að þakka það niður síðan sem kjaftaði, hann var í óreglu en hann gerði enga menn blinda. Ég ætla að vera sammála honum. Hann var náttúrulega New Kids on the Block, hann var eins og Egill orðaði að hann var bad boy, mikið vesen á honum, breyttum maður í dag, held mikið upp á hann en hann hefur enga blinda. Það ennþá 2-1, þetta var störtlu staðrend. Mark Wahlberg, þeir mistu báðir sjón og öðru auga, þessi menn. Það var bara að taka það vel niður, það var bara hannig. Já, þeir hljóta að hafa átt að skilið. Gætu googlað það, meira segja. Númer 4. Logi Bergmann misti sveindóminn í seinna lagi, eða þegar hann var 22 ára gamall. Louise, býttu nú við, hefur þið fengið... Steinþórum með svaretinn, ekki? Steinþórum með svaretinn. Sko, þetta finnst mér ólíklegt, sko. Þetta finnst mér helvita ólíklegt. Ég hef nú frekar haldið að hann hefði mist sveindóminn svona 14 ára. Þetta Logi Bergmann, við erum að tala um Loga Bergmann. Hann hefur ekki alltaf litið svona út, sko. Það vissi ekki hver Logi Bergmann var þegar hann var 22 ára, sko. Nei, en þetta samt Logi Bergmann. Þetta Logi fucking Bergmann, Riki. Og talaði virðingu. Ég talaði um Loga Bergmannina þegar ég var bara að ræða við hann upp í mötunni í dag þegar ég var að fara inn á lið. Já. Ég ætla bara að þegja, veist ég, Steinþór svarið. Ég get samt alveg trú á því að Logi Bergmann hafi ákveðið viljandi að sjálfsögðu. Það var ekki vesen fyrir hann að hitta dömur. Ég held að hann hafi ákveðið viljandi sjálfur að spara sig. Það eru 22 ára. Já. 22 ára. Já, sko, answer the question, segir nú bara. Vistu, ég ætla að segja þetta sé rétt. Já. Ég ætla að segja þetta sé rétt. Sko, hann var að spara sig. Þetta sé ekki eitthvað svona almenn skynsemi. Logi Bergmann líklega myndalegst náungi sem Íslendingar eigum. Fyrir utan kannski Reyni Lottómann og Vigni Andersen. Þú veit, og sko, heldur þú að Logi Bergmann hafi gegnum alla menntaskólan Egill, hvernig leist þú þegar þú var 16 ára? Án þess að gera það niður úr sig. Finnst þér það eðlilegt, Richie? Finnst þér það líklegt það?
Hann er ekki alltaf litið svona út. Nei, Bólir, finnst það líklegt að Logi Bergmann hafi farið, veit ég hvað skóla var ég, Mér langar þetta að taka svarið mitt tilbaka. Það er í menntaskólan sínum og ekki girt niður þessi. Nú ertu búin að segja. Hefur sagt, Richard, hefur sagt 17 ára, 16 ára, 18. Heldur þú að Logi Bergmann hafi girt niður sig? Nú ertu búin að segja girt niður sig 5 sinnum. Fyrsta skipti 22. Ég ætla að taka mitt svar tilbaka. Mesti hestasögur sem ég hef. Má hann breyta svarinu sínu? Má ekki breyta. Þetta er mest að kjafta þessu æfinni hirt. Nei, veistu, ég ætla að standa fast á mínu. Ég held að hann hafi alltaf að spara. Bara í gegnum heila menntaskóla á þess að gera niður sig. Hann var að spara sig. Þetta er mikill hrossaskítur. Auðvitað er þetta hrossaskítur. Akkur lestu baka mér að segja þetta, maður. Þú er svo aðstæðlega svipin þegar ég fannst þess að ég var að lesa. Ég girt niður þessu fyrir 22. Já, veist, þetta er ekki hægt. Ég verið að séð hann, eða? Já, ég var að séð. Rikki náði mér, hann sagði bara hann hafði ekkert litið svona vel út þá og eitthvað. Það er 3-1 fyrir Agli. Steindi getur minkað þetta í síðustu spurningu. Ekkert celebrity hérna. Hérna kemur að vera með kynnsjúkdóm og vita af því gerir þið enn graðari fyrir vikið samkvæmt rannsóknum. Segðu mér að Steindur sem er svarætti núna. Þú greindu með kynnsjúkdóm. Þú átt svarið Egill. Að þú átt með kynnsjúkdóm. Já, og veist af því gerir þið enn graðari fyrir vikið samkvæmt rannsóknum. Hver var að rannsókna? Á ég að byrja þetta? Já. Ok. Hvaða kynnsjúkdómur hækkar testosterónframleiðsluna þína? Getur þú sett með það, Richard? Ég las þetta bara. Og klammar þið upp? Hvað, heldur að testosterónframleiðslan aukist? Heldur allir styrhauðs að myndu ekki bara ná sig í klammandi í það? Ég ætla að vona og sérst ekki að tala að klamma sig upp í beinu útstæðinu. Hörðu, hann er að segja það. Oh, wait, Richard. Að þú væri graðari ef þú fær kynnsjúkdóm. Þannig að hormónaframleiðslan breytist ef þú fær. Þetta er mest að kjafta þessu æfinni. Næstu meira að kjafta ef Logi Bergmann drastlið á hann. Ég ætla að segja að þetta sé hrossaskítur líka. Það er hár rétt. Egill vinnur þetta 4-2. Nokkuð öðrugt. Hversu mikið var þeir pakka saman? Já, þetta alltaf fjall svolítið á logaspurningun, ég veit ekki það. Þetta var sturlaður hrossaskítur. Hér framöndan spurningakeppni Gilsarans, augljósa staðreyndir og miklu meira til. Don't be a fool for the city nights. I know it's cool, but it's only light. Baby, with you, I could never lie. Don't go chasing all the headlines. Landsbankinn aðstoðar viðskiptavini við að byggja upp sparnað, allt frá fyrstu skrefum og þar til komið að því að njóta ávaxtana. Kynntu þér sparnaðaráðgjöf Landsbankans á landsbankin.is/sparnaðaráðgjöf. Landsbankinn. Secret Solstice kynnir feitasta hip-hop line-up í sögu íslenskra tónlistarhátíða. Rick Ross, Big Sean, Young M.A., Pharoah Monch, Anderson .Paak, Foreign Beggars, Left Brain, Roots Manuva og margir fleiri. 15. til 18. júni. Secret Solstice miðar á tix.is. Vonandi þessi símitryður. Viss farsímatryggingar. Nú er vegabréfið komið inn á hvert heimili. Þá er bara að drífa sig af stað og safna stimplum á N1 allt land. N1, alltaf til staðar. Er veisla eða fundur framundan? Fresco býður upp á ljúffenga veislubakka. Hafðu samband og við leysum málin. Fresco, fyndu fersleikan. Hljóðex óskar gestum Secret Solstice góðrar skemmtunar. Hljóðkerfi, ljósa mynd og sviðsbúnaður fyrir smáa, stóra og risastóra viðburði eins og Secret Solstice. Hljóðex. Sumarið er tíminn. 24iceland.is. Mikið úrval á góðum reiðhjólum á frábæru verði. Eco, hjólum saman í sumar. Hæ-hó, jippi-ei og jippi-ei. Á 17. júni fá allir krakkar bíómiða með krakkapakkanum á Subway á meðan birgðir endast. Sjáumst á Subway.
Sjáðu ljósið. Hjá S. Guðjónsson starfa sérfræðingar í lýsingu og LED-lausnum. S. Guðjónsson, Smiðjuvegi 3. Fáðu þér Túborg Grín á stúdendakjallaranum og þú ferð í pott og getur unni miða og flug á Hróarskeldu. Kjúklingasamloka í þinn kröst brauði með osti, avokado og pesto. Aktu taktu. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Það held ég, FM 95 blöð hér með ykkur á föstudegi og já, bara búið að vera stemming hjá okkur félag. Ég líka byrjar að segja því að opna það held ég, eins og þú gerir það held ég, kæru hlustendur, þetta svona ég byrjar að stela þess aðeir. Þetta svona svolítið FM, já, það held ég, elsku vinir, maður byrjar að segja það held ég. Það er eitthvað að plugga einu. Þeir eru allar núti sem eru að hella í sig og veit ekki alveg hvað er að byrja kvöldið. Þá mæli ég með bar 11 klukkan 22:00. Þar verður Ellert Hreinsson sem er kallað hljóðleiti töframadurinn með uppistand. Það sést verið að stekja þann höfðingja og eða langar að sjá vandralegt uppistand mættu á bar 11 klukkan 11 og hlæðaði raskati og niðurlæðu þann mikla höfðingja. Það lett reyns og fótboltagæði? Já, það er visslega. Og síðan var ég að hugsa hvað annað þetta gerum helgina. Ég er svona pælið, það er Solstice. Steindór, þú vantilega að fara það er gott. Já, ég er að fara núna bara beint eftir þátt. Þá ætla ég að rölda á Solstice hátíðina. Er ekki Foo Fighters í kvöld? Foo Fighters í kvöld og ég er mjög spenntur að sjá líka strák sem heitir Birnir sem er rappari sem er búinn að vera að gefa út núna nokkur lög. Hann kallar sig bara Birnir. Þú verður að segja hann þarf að fá sér eitthvað bad boy name. Já, ekki Birnir. Hvað myndur þú vilja, hvað stingur upp á hana? Bad boy Birnir til dæmis. Bad boy Birnir? Það er BBB. Það getur enda verið heldur gott. Ekki Birnir. Það er mjög gott stafn. BBB. Bad boy Birnir. Ekki bara Birnir. Nei. Því bad boys selja tickets. Já, ég skal segja hann þetta. Ég ætla að kíkja á Foo Fighters og fleira. En ég er eiginlega spenntastu fyrir morgundeginum. Af því að þá eru Prodigy að spila og ég hef alltaf verið mikill Prodigy maður. Þeir eru samt svakalega samkeppni Prodigy. Því að á morgun þeir fá af svakalega samkeppni. Á Biffanum á morgun milli 8 og 11 er alþjóðlegi möðdagurinn sem er champagne. Þannig að þú hugsa Prodigy er að fara helliðið með kampaðinn á Biffanum. Ég er ekki að vera leiðilegur en það hljómar eiginlega betur en Prodigy. Á þess að það eru að party pooper sko. Það myndi alltaf hljóma betur og myndi bara kalla staðinn það sem hann heitir. Hann heitir náttúrulega ekki Biffin sko. Já sko. Ég en sko það er alltaf margt í fréttu. Svo náttúrulega hvað var það? Það er Solstice í gangi, það er þetta með Biffan, það er steggjun núna á 11-ni klukkan 10. Og að því að þú hvað sagður Ellert Hreinsson verið kallaður? Hljóðleiti töframæðurinn. Já, ok. Af því að það var annar töframæður í umræðinu núna í vikunni. Kóngurinn Einar Mikael. Akkurat. Hvað Já. Ég las þetta var eitthvað steikt. Nei, hann tók bara eitthvað nasjúbú og raskataðan. Sendur okkur heim. Það er ekkert eitthvað... Veitu hvað, ég á eftir að hella mér aðeins í þessa frétt. En hvernig, þetta var sérst þannig að hann bókaði einhver töframann sem kom til landsins. Asískan töframann. Og átti að fá gistingu hér og þar en hún var bara hent í heimahús. Það fekk gistu á vini Einars sem mér myndi finnast vera eiginlega meiri heiður en enda okkar lúksushótel. Sammála því. Þegar ef Nicolas Cage myndi pikka mig upp og segja, hörðu, viltu gistu á vini mínum eða viltu fara á lúksushótel? En ertu þá líka þá Einar Mikael og Nicolas Cage saman? Ég er bara að segja, þú veist að ég væri þessari stöðu, mér er frábært að gista heima hjá vini Einars. Ef þeir eru sagt að þú sett að koma til landsins og er að fara á þetta hótel og það er síðan bara í einhverja íbúð bara til vinar gæja sem eru flyttin, er það ekki eitthvað steikt eða? Já, það ætti allavega að hringja bjöllu leið. Einni viðvörunarbjöllu, allavega. Og síðan fer hann þarna með hann út all land og þeir hætta síðan bara sýningum hérna á miðjum ferli og hann fer heim. Það sem þessi meistari fekk, Shin Lee, eða ef ég man það rétt, hann fekk að ferða til landið frýtt. Hætt að væla, segir nú bara, ángurins. Fekst einhverja $5,000, fekst að skóta til landið og ekki undir að borga flugið sitt heim sjálfur. Það er skellur. En fari ekki að grenja. Nei. Hvað myndu margir drepa fyrir að koma frýtt til landsins og skóta og fá hanga með King Einar Mikael? En yfirleitt Það átti samt ekki að borga honum $50,000 eða?
Upprunalega var samið það, jú. En ekki svona út úr Richard. Því að það fekk fría ferð til landsins, það fekk að skottast landi, hanga með King Einar, gisti á frændans og sjá Ísland. Það er best dýtt í æfinni heitt. Þetta hljómar er svo mjög fýtt dýtt að bara vantar þarna $45,000 upp á. Glæsilegt, herru Egill, ég er að fara að hugsa um að hendi í gig. Þú fer bara að gista hjá félagum mínum og hérna, ég fer bara með í Blá Lónið, þetta er ekkert mál. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Þetta er FM 95 blöð hér á föstu degi, klukkan orðin 5:30 og það er komið að dagskrárlið sem að ég kvíði nú reyndar ekki í dag, því að þetta er dagskrárlið sem ég vil vinna í dag með konseptið, er ekki rétt skilja á mér Egill, þetta er King of Athlete. King of Athlete, hver er meiri íþróttamæður og byrjum á teilendum, höfum hann létt undir. Ok. Það er hérna lauflétt svona, það snúa mér hérna svo stund og sjá ekki tölvuskjáin. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Já, það er spurningakeppni Gilsarans. Teilin ennþá í gangi sem Richard. Ég er að segja núna answer the question. Já, sko, þú bara að segja answer the question svona 56 í þessum og hafði engar ákveð, við munum svara spurningunum. Yo, muscular man, answer the question, segir þú bara, endur tekur það, aftur og aftur. King of Athlete 12 spurningar. Ok. Og þetta verður mjög spennandi. Ég vil vinna þetta. Hver er meiri íþróttamæður? Þetta er spurninga, þetta er sannlega fyrsta spurningakeppni sem ég vil vinna. Hefur ekki byrjað þess að verslu það? Jú, hvað er með þetta? Spurning nummer 1. Hefur eldaði kjúklingabringu? Já. Já. Já, punktur og báða þar. Ég bjóst þetta við nei þar en. Það? Já, við gert það. Já, bara eldast mót og opnin. Hefur þú tapað fyrir sveppa í 100 metra sprettlöpi? Já, það hef ég gert. Nei, ég hef ekki gert það. Þetta var mjög sængjörn spurning. Ég er komin yfir. Þú vissi þetta væri eitthvað svona kjartaðis. Það er 2-1 fyrir mér. Býtaðis, Richard, býtaðis. Hefur þú tapað fyrir Lóa Bergmann í backpassukeppni? Já, ég hef gert það. Það skellur. Rikki jafnar, 2-2. Það er 2-2. Býtaðis. Hefur verið á baki í meir en klukkutíma straight? Þetta er sko, þetta er fjölskyldu þáttur. Við erum að tala um sko á hestbaki. Hestbak eða? Þú tala um að fara á hestbak. Já, segi ég já. Ég fór okkur að hestaferð í Laxness einn tímann upp í Mosfellsdal. Sjálfur hef ég farið í margar hestaferðir upp í Laxnessi. Þannig ég hef verið á baki meir en klukkutíma. Já, sama hér. Næsta spurning. Það er já að báða. Já að báða. Mér líst ekkert á þetta að byrja svona með. Áttu yfir 100 í back? Já. Richard. Fer eftir á hvernig það er litið. Á hvernig það er litið, Steindi, þú liftir ekki stönginu upp í back. Ekki fara að reyna að ljúga hérna. Sko, ég myndi segja 80 kíló á góðan deg. Það er ekki 100. En málega er að ég hef farið 2 sinnum inn í líkamsrækt á ævi minni. Já, en bara til þess að gera langastu stutt á, bara nei. Já, ég hugsa að ég gæti átt 100 í back ef ég myndi einbeita mér á sportinu í svona mánuð. Já, ég get alveg hlaupið 100 metrana á 11 sekundum, ég myndi einbeita mér á þessi mánuð. Já, allir ég segi ekki nei þetta. Já, ég veit það, 4-3 fyrir Richard. Það er skellur. Hefur þú tekið back með Palla Fermeter? Já, ég hef gert það. Palla Fermeter? Það hef ég gert. Það er bara þannig. Hefur þú tekið back með Palla Fermeter? Ég hef tekið back með Palla Fermeter. Hver er það? Oftar en einu sinni. Hver er það? Backpassu skrýmsli á Íslandi. Hann er rosalur. Það bæði fyrir árumsköpið 2013 tók ég back með honum. Hann leik með mér einni senu og líka fyrir Steindan okkar. Frábært. Nei, ég hef ekki gert það. Það er 4-4. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Þetta er rosalegt. Hefur þú mætt og tekið góða æfingu í íþróttafötum en verið í kynasendi þveng innanundir?
Hversu kynasandi þöngurinn? Basically bara basic þöng. Innan íþróttafötunum. Nei, ég feskur. Það er ekki verið annað. Mér finnst þetta rosalega spesspurning. Já, hvað kemur þetta við að vera king of athlete? Það er ekki fólki finnst þetta þægilegt að fara í hérna... Þöng? Kallmennum með það? Ég held að það sé mjög óþægilegt að æfi þöng. Heldur það? Að út kallmaður, sko. Já, ég myndi... Það er nei og báða? Já, ég hef ekki farið í þöng með æfi. Mér finnst þetta ekki að vera svona... Já, það er hellinga mönnum sem fíla að vera í þeng. Sko, Hannes Þór Haldursson, landsliðsmarkvörður, hann sendi mér snabbt daginn sem hann var inn á herbyggi í þeng. Bara gamli skólinn, það var bara í þeng. Ég finnst líka að þú fíla mikið að tala um þeng. Gaman af þeim. Gaman af því, ég veit ekki það. En það kom á næstu spurningu. En mér fannst þess að Rikki væri bara ekki að segja satt. Já, þetta var skrýtan. Íða allir í sætum. Hann fór allir að íða. Bara ein spurning, er eitthvað þeng koncept í gangi sem við megum ekki vita af? Nei, alls ekki. Ég bara æfi ekki þeng. Þú ert að duttast í þeng svona oftar en aðrir? Nei, alls ekki. Akkur tónu reyður allir? Ég er ekkert reyður. Mér finnst þú æsast hratt yfir þessum þeng. Hvað er ég það, Dr. Fille? Áfram með þetta maður. Getur þú tróðið á 305 kurvu? Nei. 305 kurvu? Ekki reyna þetta, Steindi. Það fer eftir... Steindur að svara spurningu. Má ég fá að svara spurningu? Ég veit ekkert útlöka að Steindi geti jafnvel tróðið aftur fyrir sig á 305 kurvu. Nákvæmlega, ég hef tróðið. Ég man ekki ákveðni körfu. Ég tróði líka. Þú tróðst á minni boltakörfu. Nei. Það er svona 1.80. Heldur það? Held ég það? Já, ég veit hvað er á. 1.80. Þá er hún bara nánast jafn á og ég. Karvan? Já, hvað ertu? 1.79. Já. Nei. Og hvað segir það þér þá? Ég hoppaði náttúrulega. Ég tróði á einhverja körfu. Ég þurfti að hoppa. Hann fær ekki stig fyrir þetta. Hann er ekki tróðað 305 körfu. Sko, ég þarf alltaf að treysta Steinþóri sem segja satt og rétt á. Það er enginn sem lígur jafn mikið og Steinþóri í spurningakeppninni. Nei, ég sko... Ekki verið varfið það. Já, ég skulum bara segja nei á þetta. Mér finnst mjög líkilegt að tróða hana. Ok, mitt. Getur þú sendt 500 metra án þess að hvíla þig við bakkan? Já, það geti ég. Halvan kílómetr með þetta án þess að stoppa bakkan? Já, það er bara stutt sen ég gerði það. Það er ekki að mest að horse shit. Það var bara gert í salug fyrir nokkrum bara vikum síðan. Halvan kílómetr, ekki stoppa í bakkan og rétt hella á andanum og spilna þar af stað. Ég sé veðmál komað. Ég sé bedcoming. Það er ekki tímamörk. Nei, ég veit það. Þú mátt ekki stíga niður, þú mátt ekki halda þig bakkan. Þetta eru 20 ferðir í 25 metrar. Flýtur þú? Flýtur? Þú flýtur út eins og maður sem flýtur. Ok. En gerir þú það ekki eða? Nú fer ég að slökka á það, sko. En ég var að svara spurningunni. Og svo segir hann að ég lítur út eins og maður sem flýtur. Hann horfir ekki á sjálfan sig. Þú ert svona nettur korkur. Það er þannig hætt áfram. Já, 500 metrar í sundi. Sjálfur hef ég sko. Ég er að nota hundasund svolítið. Sparki allar áttir. Mér finnst það ekki hljóma mikið, 20 ferðir. Hvað var þetta margar ferðir? 20 ferðir í 25 metrar lög. Mér finnst það ekki hljóma. Ég hef páttið gert það einhvern tíðan, alveg 100%. Já, ég meina, maður var í skólasundi og það var alltaf verið að synda heldur til land. Er það ekki? Þú tókt aldrei hálfa kílómetri í skólasundi á þess að stoppa þegar svindla er allar 100 sinn á leiðinu, sko. Það er málið, það ætlaði að setja ekki nei hérna hjá mér. Ég meina, Rikki flýtur, sko. Það er erfitt að keppa við hann. Það er bara þannig. Þetta er ekki hægt. Áfram með þetta. Ég fæ vantar að punktin hana. Það er 5-4 fyrir Richard. Shit. Hvað er eftir? Það er bara 3 spurningar eftir. Hefur þú farið standandi 69? Standandi 69? Hvað kemur það við að vera king of athlete? Það ákveðin styrk. Já. Þess að góða hnébauju. Ég held ég hafi nú ekki verið að taka upp á því. Nei, ég kann að stenda 5-4 fyrir Richard, það er ekki lókið, sko. Rikki, þú... Nei. Ertu yfir meðalagi góður í frisbeególfi? Já. Það er ég. Það er punktur. Ég hef vunnið til velun á mótum. Ég var fyrsta sæti í sérili. Það er ekki eitthvað svona monkeyklass riðill, eða? Sérili? Það er lélegt riðill, eða? Nei,
Það var líka, það var aðri flokkar, barnaflokkar. Ég hef aldrei prófað frisbeegolf, þannig að það nei hjá mér. Já, ég hef tekið, sko, ég á einn ás. Einn ás. Það er karfa, það er bara diskur í körfu. Já, karfa í kasti. Ég veit ekki svo að segja, en þú ert yfir meðalagi góðum fyrst. Alveg pottit, ég get ofta með. Það er 5-5 og það er ein spurning eftir. Heldurðu að þú gæti lamið sveppa í hringnum? Já, ég myndi treysta mér í það. Ég held ekki að, nei sko, Riki, þú er búin að tapa hér honum. Já, ég myndi fara að vallega hvað þú segir. Ég myndi nota þessa innbyggður reiði og ég myndi berja henni svo harðfisk í hringum. Já, sko, málega er ég og Sveppi, við höfum verið, sko, við höfum slegist, sko. Ekki í hring, en við höfum sko hérna Veiðir eitthvað eða? Nei, allt í góðu sko. En við höfum verið þarna, við vorum einu svona 2 heima í honum og þá klukkan var orðin þannig að maður átti að vera farin heim að sofa, ef þú skilur hvað ég var. Og þá vorum við svona, já, við vorum farnir að blanda í eitthvað með hann. Já, þá fórum við í garnislag sko og konuna þurfti, sko, hún vaknaði og kom niður og þurfti bara að segja mér að fara heim sko. En já, þá vann ég hann sko. Richard, þú getur lagað með sveppa í hringnum. Já, 100%. Það er bara með hjálm og hanska. Já, 100%. Já, herru, þetta ég þingri en hann. Herru, þetta gæti hef æft box. Þetta gæti verið sko eitthvað sem við þurfum að heyra þessi sveppa með. Þetta gæti verið, það getur þurfum að henda mínu hring. Sko, ef ég myndi fá Akkur ekki þér og honum. Men það er bara, það er ekki ef ég myndi fá Richard og Massum í hring með bóksanska, ég geti dáið eftir það bara, þá er ég sáttur, þá er ég búin að gera allt, sjá allt. Hversu fyndi væri það án gríns? Þetta Egill, getur þú keyrt inn núna á Twitter einhverja könnun, hver myndi vinna í boxing, Riki eða Sveppi? Sjáum alltaf hvað þjóðin heldur. Já, það vita allir hvað þjóðin heldur. Nei, þjóðin að trú á Sveppi í spretthlaupi, en ég held að þú ert miklu heggþingri og tekur miklu meiri bekk og það pakkunum saman í boxi. Þú ert hraustari, definitely hraustari og þú ert svona axlabreiður, styrkurinn kemur fram. En Sveppi er náttúrulega getið tekið á geðvíkinni. Frábært. Hann er kolbeilaður. Þetta var spurningakeppnin 6-6. Mér langaði svo ekki að vinna þetta. Nei, ekki. Það hefur sína kosti þegar 17. júní lendir á Laugardegi. Til dæmis að vinna þjóðhátíðarpottinn sem stefnir í 22 Hæ-hó yippie milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Endalaust úrval möguleika fyrir tilefnin stór sem smá. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Fótboltagolf, minigolf. Minigolf, fótboltagolf. Komdu með Kæró eða mömmu. Opið til klukkan 10 í kvöld. Skemmtigarðurinn. Fáðu þér Túborg Green á bar 11 og þú ferð í pott og gætir inni miða og flug á Hróarskeldu. Persónuleg og fagleg þjónusta, en hjá okkur starfa löggiltir bifreiðasalar. Höfðabílar, Fossálsi 27, Braghálsmegin. Hraði, spenna og frábær fótbolti í Inkasso-deildinni í sumar. Komdu á völlin. Inkasso. Hljóðvegs óskar gestum Secret Solstice góðrar skemmtunar. Hljóðkerfi, ljósa mynd og sviðsbúnaður fyrir smáa, stóra og risastóra viðburði eins og Secret Solstice. Hljóðvegs. Gakktu á gæðum. Parkett og golf. Ármúla 32. Nú er vegabréfið komið inn á hvert heimili. Þá er bara að drífa sig af stað og safna stimplum á N1 allt land. N1, alltaf til staðar. Ert þú að leita góðum gallabuxum? Þú fær vinsælu gallabuxunar frá Dranella og Puls í Momo. Momo Garðatorgi 1. Momo því þú átt að skilið. Taktu lífinu með ró og lærðu að meta þessa litlu hluti. Njóttu með Somersby 0,0%. Hugsaðu Dirty eftir gólfhringinn. Dirty Burger and Ribs. Símaveski, heyrnartól, snúrur og allt fyrir síman. Símaveski.is, annarri hæð Smáralind. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins. Norskur prins, ítalskur marmari, belgískar franskar. Reykjavík chips. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða.
Ég er 595 blöð, klukkan vandar 13 mínútur í 6. Þetta búið að vera þéttu þáttur. Það var að fara að síða á seinni hlutan. En það er komað lið. Það er aftur, núna, það held ég þegar lagið klárast. Mér er ennþá illt í maðanum eftir að hleyja svo mikið í spurningkemni. Já, ég hef ekki hleyið svo mikið í mörg ár. Það bara kemur, ég var svo til að vita hvort þú flýtur í alvöru. Við viljum bara tjekka á því, en svarið er nei. Það eru myndir yfir cash. Ég fekk þann heiður að semja þann lið í dag. Aha, þannig að ég var ekki keppum. Já, keppið. Og þú vilt náttúrulega offa trailerinn eða ekki, þú vilt bara byrja þetta? Byrja þetta bara strax. Og það er að vera reyður samt. Þetta eru 3 spurningar. Já. Ég hlakka til að sjá hvað kemur út af því. Spurningum bara 1. Myndirðu setja á þig sem alskegg öll líkamshárunars blöð í 1 ár fyrir 12 milljónir? Býtu nú, það er ekki til loðnari maður á Íslandi en Auðun Blöndal. Nei, hann er mjög loðinn. Þetta er ekki nema 12 ár. Þetta er bara 1 ár. Þetta er basically kúla á mánuði. Já, þetta er hann ákvæmlega sem þetta er. Ertu þá að tala um að þú veist samt alveg að þetta er eingreiðsland. Þú er eingreiðsla 12 eftir árið. Þannig að þú veist alveg að þetta er bara, þú veist, þú ert með rassahár hérna. Já, bringuhár og þú ert alveg með þetta það. Já, þú veist allt um það. Þetta er rosalegt alskegg, sko. Þetta getur orðið sítt. Þetta er líklega svo út með núna, með bara tölvöld meira. Já, meira, þetta er meira, sko. Og með rassahár. Ég get ekki verið með skeggi, það er alltaf að raka mig á 2 daga fresti, ég fæði svona kláða. En ef þetta er svona límt á mig einhvern veginn svona, hú veist. Já, við þurfum að límynda á þig, sko. Þetta er bara í ár, sko. Þetta er 12 milljónir. Já, I'll take it. Þá myndir að líta út eins og bara svona kannski eitthvað krakki og öskudag sem er að leika sjórarengi. Það verður svona límt á þig. Myndi taka á mig ár. Hann er að lýsa fótboltaleikjum og er í sjónvarpi og svona, sko. Já, það myndir þú væri eins og hálf. Þjóðin veit átt með rassahára blöð í alltaf það, sko. Já, en ég ætla að taka hann pening. Ok. Já, ég sé þessi rassahár, sko. Þau eru... Ég gæti ekki fengið því framan í mig. Ég ætla bara hendin hanglaði. Já, ég ætla hendin hanglaði þetta. Ok, það er ósamála hana. Spurning nummer 2. Myndur vilja vakna alla morgna þannig að Jónsi í svörtum fötum öskrar á þig, vaknaðu röstlið þitt eins hátt á hann getur og löðrungar þig. Akkur er hann? Akkur er Jónsi í svörtum fötum? Fyrir hvað mikið? Fyrir aukalega, og það sem þú ert með í dag í vinnunniðinni, 450 krónur á mánuði. Alla mánuða? Bónus, hver mánuðamót, alla mánuða vaknaru. Þetta er fyrir óþægildur. En hann er ekkert að gista heima hjá mér. Nei, hann bara mætir, gefur mér löðrung og segir mér vaknaðu það ruslið. Máli er að ég er svolítið erfur í gangamátnana. Ég þyrfti í rauninni, þetta væri góð aðferð fyrir mig að fara á fætur. Ég Ertu lengi í ganga? Já, ég fljótur að vakna. En svo er ég svona bara lengi í gang, sko. Ég er á vappinu og fæ mig keks og fer á klósetti. Ég ætla að henda bara góðu nei á þetta. Aha, þú hendir nei á þetta? Myndu þetta óþægilegt eða? Ég myndi ekki á hverjum, ég bara... Að vakna við kynnast, hversu fast getur hann slegið? Hann er að bodybuilder, sko. Hann er að bodybuilder? Já, það getur slegið mjög fast. Já, ég ætla bara að henda nei á þetta, það er ekki þess fyrir. En er hann að slá eins fast og hann getur það? Þetta er þægilegt að auka kassan, 450. Ekki þess fyrir því, það er bara hvern einasta dag eða? Ég fá auka halva milljón á dag fyrir að láta Jóns að slá sig. Ekki halva milljón á dag, halva milljón á mánuði. Já, mánuði segi ég, mánuði, já. Þetta er bara auka bónus. Ég held ég myndi hafa gott að þessu. Ég myndi alveg vilja að Jóns í svörtu fötum myndi slá mig utan þetta og segja mér að standa á fætur rusl. Og það er þriðja spurning. Þið er ekkert mikið samanlítið að félagarnir, ég er gaman að þessu. Myndur þið byrja alla dag á því að drekka kúkbúst fyrir auka milljón á mánuði? Kúkbúst, úr hverjum væri kúkurinn? Er þetta mannaskítur? Þetta er bara basic kúkbúst. Já. Hvað er kúkbúst? Það er kúkur í bústi held ég. En það ekki, er það ekki bara... Hvernig er þetta að semja þetta? Er það að drekka hægðir? Hversu veikur þurfa menn að vera? En hvernig hægðir er þetta? Er þetta góðar hægðir eða er þetta nitti eða... Kúkbúst? Þetta er mögulega bara... Jésús, en er þetta hérna... Fyrir auka milljón á mánuð og gera það á hverjum degi? Þetta er... Þetta er mögulega auðveldasta ákvörðun allra tíma. Nei takk. Hvers konar kúkur er þetta? Er þetta hestakúkur? Það skiptir einhver máli hvaða kúkur þetta er. Já sko, hestakúkurinn er samt eiginlega bara gras sko. Ætlar að drekka kúkbúst upp á hvern einasta dag fyrir milljón á mánuði? Sko, og þú myndir ekki vera með skegg með hárun í auða og fá 12. Ég á sko félaga sem hefur bitið í hestakúk, blautan hestakúk sko, og honum fannst það ekkert aðeins. Hann bara
Hann bara úr sveit sko En er þetta mannari eða? Mannari? Já Segir ekki bara manni frekar, mannari Hvað er þetta? Herðu, þetta komið út í þessu, ég segi nei allavega Já, Þetta sko, þú byrja bara daginn á þessu og það svona þambeitt glas síðan bara allur dagur framöndan Já, búin að drekka eitt kúkbúst Er þetta hesta eða belju eða er þetta manni eða? Sko það stendur bara á blaðinu sem með kúkbúst Þannig að þú veist að sá sem samtið þetta er ekki með nánari útskynning á því Sá sem samtið, þú sagðir á þann að þú hafið samið þetta Já það Það var nákvæmlega hannig Herðu, ég ætla að vera sammála Rikka Ég verði að segja nei á þetta ef það er gett að útskýra hvernig kúkur þetta En þú myndir samt taka að þetta verið hestaskítur Ég myndi skoða það ef þetta var hestaskítur Því að mér finnst hestaskíturinn ekki vera Hann finnst hann ekki vera flokkast undir Hann flokkast ekki alveg í sama Svona kúka skala og hini kúkarnir Það er ekki við skoðið Nei, ég veit ekki hvað átt við Þú vil ekki vita Herðu, þetta var Ég veit ekki hvað þetta var eins Þetta hugsa ég ofta, akkur er allt svona þungt Heavy með Linkin Park þegar klukkan fyrir alveg að verða 6 Af hverju svona þungt eða þú þungur, hvað hugsaður að meina? Já, bara, þú getur lesa á milli línuna Þú ættum að geta það, ekki áskólamenta Ég hef sett á Twitter hvor myndu vinna í boxbarda, Sveppi eða Richard og ég, sko, ég ætla ekki að vera leiðilegur, Richard Þjóðin virðist vera að treysta mushroom í þetta Hann myndi engu skipta hvað hann myndi setja inn Ef hann myndi setja inn, hvor myndi vinna í golfi Sveppi eða Rikki, Sveppi fengi örugglega 80% atkvæða Sko, málið er að Sveppi er hérna, ég er að skoða þetta Hvor þeirra myndi vinna í boxbarda, Sveppi eða Richard stendur hérna Ég var að kjósa þig Rikki nú, akkurat nú Þess vegna er ég með þetta hérna fyrir frammi Það er 81% Sveppi, 19% Rikki Þú ert aðeins að rífa upp þetta Þannig að sko, málið það Rikki var að segja okkur núna eitt að hann æfði box Já, hefur æft box og pluss líka hann er sterkari Sveppi er ekki að lifta Já, fólk verður að taka þetta inn í dæmið þegar kýs og hvernig Sko, Rikki var underdog í sprettlöpið hann hlýtur að favorite í þessu Ég myndi halda það líka Ég vil setja þetta upp eins og Egil, þú veist að tala um að láta Bubba kannski Bubbi getur lýsa Dóri DNA með honum jafnvel Dóri DNA, kannski bara teimi síðan kannski getur við fengið eftir á svona panel sem menn ræða bara það líka skiptir í annað stúdíó það eru einhverjum sérfræðingar að fara yfir þetta og hérna, ég held við ættum alveg definitely að læna þessu upp og gefa Rikka líka tækifæri á því að hefna sín af því að þetta, hann ætti að vera favorite Sveppa eins og harðfisk þú veist hvað er betra eitthvað sem öllum dreymurum en enginn fær tækifæri á þannig getur þú farið í það Rikki, væri þú klár ef Sveppi væri klár? Já, 110% Já, þú heyri það, hann er meins að kóklustu með þetta Já, sko það þarf að læna þessu upp sko, ég er ekki að leiðilega Þetta gæti komið, sko við gætum þurft að hendi þennan barda áður við förum í sumafrí þannig að við þurfum að hafa hérna, fljótar hendur Við þurfum að hugsa þetta Herru, komið að lokum í dag, strákar takk fyrir þáttinn, takk fyrir vikuna góða skemmtun, hvað sem þið ætlaði að gera FM 95 Blöð verður aftur á dagskrá næsta föstudag með upprannlegu line-upi nema að Blöð finna ykkur aðra utan að sverða Miðar á tix.is Komdu á World Burger Tour á Hard Rock Café og prófaðu Memphis, Tennessee Barbecue borgaran. Alvöru hamborgari kryddaður með ekta Memphis Dry Rub. Deigúrka, Memphis rásalat, pulled pork, kraftmikil barbecue sósa, stökkur laukur og cheddarost. Sjáumst á Hard Rock Café. Hvað heldurðu að við hjónin höfum gert helgina? Við fórum upp í bústað og tókum Viðar með okkur. Svo var bara allt á fullu. Á pallinum, grindverkinu og sumarbústanum. Viðar Viðarvörn er snillingur og þú færð hann í Slippfélaginu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Það er búið að flauta til leiks í vegabréfaleiknum. Nú er ekki eftir neinu að bíða. Safna stimplum, skora glaðninga og hafa gaman. En einn, alltaf til staðar. Eitt fyrir alla, allir fyrir einn, nei.